Ljósveitan háhraða tenging fyrir kröfuhörð heimili. Míla. Ja, stelpur, þið þekkið þetta umhverfi mæta vel. Nú þið komin hinum megin við borðið, getur þið sagt, hérna á hliðarlínuna. Já, og það bara mjög skemmtilegt. Við erum búin að vera í nokkur ár núna svona, hinum megin við borðið og hérna svona öðruvísi. Það var erfitt í byrjun að vera ekki inn á en nú þetta bara rosa gaman að vera í kringum hópinn og vera ennþá í kringum þetta. Ég sá á æfingu í gær því að svona, ég spurði hvað mér sagði, hvort það kitlaði ekki svona að vera ennþá partur af hópnum þegar styttist í leik, stemmingin orðin góð í hópnum, gott veður, grasið, ilmandi og allir pakkin, það þannig? Já, klálega. Maður vill alltaf, það er alltaf gaman að vera inn á vellinum að hafa áhrif þar. En við reynum að gera okkur best að gera allt sem við getum fyrir utan. Það er ekkert mjög langt, þið voru ekkert að keppa ekkert síðaskiptin, þið er ekki það gamlar. Þú hætti hvað, 2005 og þú hætti 2010. Finnst ykkur mikið að hafa breyst í umgjörðinni og svona pakkanum sem fylgir íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta? Já, klárlega. Það hefur breyst mikið og hérna, alltaf að vera meira og meira umgjörð og svona, meira svona jákvætt í kringum þetta, hugsa betur leikmennina og þetta svona, já. Ég myndi segja það, miklu. Og þú ert annar tveggja sjúkraþjálfara sem er með í þessari ferð. Það er nú eitthvað svona óvenjulegt eða ekki að vera með 2 sjúkraþjálfara í landsliðsferðin? Jú, við erum svona núna fyrst skipti að fá að vera með 2 sjúkraþjálfara og það er bara frábært að fá að vinna með Fíu og við pössum bara mjög vel saman. Þannig að það er bara mjög spennandi og skemmtilegt. Og þetta lið í raun og veru íslensk kvennaknattspyrna er búin að vera á mjög góðu róli í töluverðan tíma, möguleiki að komast á 3. EM í röð. Þessi kynslóð sem er að koma upp núna, ef við berum hana saman við Þóru B, Dóru Maríu og allar þær, hvernig finnst þér svona þær koma út í þeim samanburði? Sko, mér finnst eiginlega alltaf bara breytinni alltaf verða meiri. Þannig að það er, kemur alltaf maður í manns stað fyrst mér og það, þó svo að það séu ákveðin skipti, þá finnst mér alltaf koma og það er einhvern sem fyllir skörðin og hérna, þannig að mér finnst ekki verið mikið breyting á liðinu þannig að það fari niður á við með að það er einhvern sett eftir út, alls ekki. Gæðin til staða til að fara á stórmót ennþá eins og þær hafi nú sýnt og sannað? Já, klálega. Eins og þetta án sem segja, hópurinn orðin, það er orðin miklu fleiri í þessum stóra kjarna. Það er ekki bara fyrstu 11 eins og var kannski samt hefur nú aldrei verið þannig, en svona, það er orðið meiri breiðari hópur. Breytin og gæðin og betri, það er bara þannig. Já, við komum til með að klippa þetta bara út ef þetta gengur ekki eftir Ásta. Þú varst nú fræg fyrir frekar sérstök innköst þegar þú varst að spila ykkur arbastökk, heldur þú getið þetta ennþá í dag? Já, auðvitað. Já, þetta er reynda kraftstökk, en ég þykist geta þetta þá, kemur í ljós. Heldur að væri hægt að plata í eitt svoleiðis? Já, við skulum sjá hvað ég hittna vel eftir skotæfingarnar eftir. Takk.